Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 15. mars er 4. sunnudagur í föstu og þema dagsins er brauð lífsins fyrir ykkur. Í lektíunni segir Guð við Móse: áður en dimmt er orðið munu þið fá kjöt til matar og á morgun seðjist þið af brauði. Þá munu þið skilja að ég er drottinn Guð ykkar. Í pistlunum skrifa Páll: Guð gefur sáðmanninum sæði og brauð til fæðu. Og í Guðspjallinu segir Jesús: sá sem trúir hefur eilíft líf, ég er brauð lífsins. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Jóhannesar Guðspjalli 7. kafla. Sannlega, sannlega segi ykkur, sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins. Feður ykkar átu manna í eyðimörkinni en þeir dóu. Þetta er brauðið sem stígur niður af himni, sá sem etur af því deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu og brauðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er brauð lífsins fyrir ykkur. Jesús var á tali við nokkra gyðinga og var kurr á meðal þeirra Jesús sagði að hann væri brauðið sem steig niður af himni og að sá sem trúir hafi eilíft líf. Þessi yfirlýsing er ein af mörgum sem segja okkur að við frelsumst ekki fyrir að halda lögmálið, halda boðorðin, sækja kirkju eða fyrir góð verk, heldur aðeins fyrir trúna í hjartanu. En hvernig áttu gyðingar sem voru aldir upp við það að þurfa að vinna fyrir öllu, vinna sér inn álit og traust, vinna fyrir fæðum og klæðum? Hvernig áttu þeir að trúa því að þeim yrði gefið eilíft líf án þess að vinna fyrir því? Og enn í dag finnst mönnum þeir verða að lifa eftir ákveðnum staðli til að vera verðugir fyrir Guðs ríki. Vissulega er það vinna innan gæsalappa að fylgja Kristi. Við verðum að hafa fyrir því að lesa, hlusta eða íhuga Guðs orð og læra að þekkja boðskapinn, hvort sem við gerum það heima eða í kirkjunni. En við verðum ekki verðlaunuð fyrir þá vinnu, heldur fyrir trúna sem er afleiðing þeirrar vinnu. Þegar Jesús segir að hann sé brauð lífsins er það táknmynd fyrir boðskapinn, hina andlegu fæðu. Ef við meðtökum boðskapinn höfum við meðtekið hann, brauðið sem gefur eilíft líf. Jesús minnir gyðingana á að forfeður þeirra fengu brauð af himni ofan, en þeir hefðu samt dáið. Því brauðið sem féll af himni var tímabundin saning og menn vöknuðu hungraði næsta dag. En Jesús er hið lifandi brauð sem gefur eilíft líf. Hann sagði: ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir. Já, þessi yfirlýsing lýsir gnægð, okkur mun ekkert skorta. En það er svo skrítið að þegar við viljum lýsa skorti, þá segjum við að eitthvað sé upp á vatn og brauð. Eins og við vitum þá talaði Jesús í dæmisögum og táknmyndum. Við vitum að vatn er lífsnauðsynlegt og við munum orð Jesú: eigi lifir maðurinn á brauði einu saman, heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni. Jesús er lífsins brauð, hinn andlega fæða og lækur lifandi vatns. Og Jesús útskýrir þá táknmynd í annarri frásögn. Gyðingar halda 2 hátíðir þar sem vatn og brauð koma við sögu.
Fyrri hátíðin er laufskálahátíðin sem stóð í 7 daga og alla dagana var hefð fyrir því að sækja vatn í lauf í Sílóan sem var síðan hellt niður í musterinu. Og á 7. degi var vatn sótt 7 sinnum og í Jóhannesar guðspjalli segir að síðasta daginn stóð Jesús þar og kallaði: Ef nokkur þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vatns. Merkingin fyrir lækir lifandi vatns er ferskt rennandi vatn, uppspretta, en ekki staðið vatn úr laug. Og ég minntist á það síðasta sunnudag þegar Davíð sigraði Góliat, þá gerði hann það með steini sem hafði verið í ánni, þar að segja í fersku rennandi vatni. Síðari hátíðin er hátíð hinna ósýrðu brauða. Hún stendur líka í 7 daga, það er vikuna fyrir páska, en þá minnast gyðingar brottfararinnar frá Egyptalandi. Kristnir menn neyta ósýrðs brauðs sem líkama Krists í formi oblátu í heilagri kvöldmáltíð. Oblátan er táknrænt líkami Krists, það er brauð lífsins. Lexían segir okkur að Ísraelsmenn hafi verið fljótir að gleyma þrældómnum í Egyptalandi. Nú söknuðu þeir kjötkattlana og mögluðu. En Guð sendi þeim lynghænsni, en brauðið sem þeir kölluðu manna hafði verið aðalfæða þeirra frá því að þeir yfirgáfu Egyptaland. Á hverjum morgni virtist þetta brauð birtast með dögginni. Í orðskýringu Biblíunnar segir að manni eða himnabrauð myndist á blöðum runna á Sínaískaga af skordýrum sem gefa frá sér dropalaga kvoðu sem er sæt á bragðið en bráðnar í hita dagsins. Síðar í kaflanum, það er að segja kaflanum sem Lexían er úr, er sagt að manni sé hvítur eins og koríanderfræ og hafi hunangsbragð og hann mátti bæði baka og sjóða. Fólkinu var sagt að safna daglega saman einum gómer á mann, en gómer er það bil 3 lítrar. Himnabrauðið lá ekki á blöðum runna heldur á eyðimörkinni. Hvort sem menn söfnuðu miklu eða litlu, þá skorti engan neitt. Og aðeins daginn fyrir hvíldardaginn mátti safna fyrir 2 daga. Í eyðimörk er allt snautt og út af fyrir sig kraftaverk að slíkur fjöldi fólks gæti lifað þar í áratugi. En Drottinn sá þeim daglega fyrir líkamlegri sem andlegri fæðu og föt þeirra slitnuðu ekki, svo þeir liðu engan skort. Í pistlinu skrifar Páll: Guð er þess megnugur að veita ykkur ríkulega allar góðar gjafir til þess að þið í öllu og ávallt hafið allt sem þið þarfnist og getið sjálf veitt ríkulega til allra góðra verka. Eins og ritað er, hann miðlaði mildilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir að eilífu. Guð sem gefur sáðmanninum sæði og brauð til fæðu mun og gefa ykkur sáð og margfalda það og auka ávaxt réttlætis ykkar. Í lok þessa bréfs til Korintumanna hvetur Páll söfnuðinn til þess að safna fyrir hina fátæku í Jerúsalem, svo að pistilinn má skilja á fleiri en einn veg. Textinn gæti verið hvatning til söfnunarinnar en einnig gagnvart almennu líferni. Í versinu á undan pistlinu segir Páll að Guð elski glaðan gjafara og í framhaldinu segir hann að við höfum loforð frá Guði að ekki aðeins muni Guð sjá okkur fyrir því sem við þurfum, heldur mun hann einnig sjá til þess að við getum verið örlát við aðra. Eða eins og textinn segir að við getum veitt ríkulega til góðra verka. Og sem samlíkingu vitnar Páll í Sálm 112.
að miðla mildilega gefa hinum snauðu, því að það sem Guð gefur okkur margfaldast eins og þegar sæði er sáð í jörð. Eins má túlka textan að sáðmaðurinn sái góðum verkum sem blessa ríkulega þá sem þiggja. Páll segir að góð verk auki ávöxt réttlætis okkar, það er að segja þannig söfnum við fjársjóði á himnum, vegna þess að það eykur gleði Guðs. Þetta virkar sem hringrás því að Guð elskar glaðan gjafara og í gegnum okkur svarar Guð bænum annara. Sæði sáðmannsins gæti tákna blessanir sem þurfa ekki endilega að vera peningar. Þær geta verið í formi hjálpsemi eða umhyggju. En bara svo það fylgir með, þá opna góð verk ekki himins hlið fyrir okkur. Það geta allir gert góðverk og góðverkin eru jafnfallega hugsuð og vel þegin fyrir þann sem nýtur þeirra, hvort sem sá sem gerir góðverkið er kristinn, búddisti, hindúi eða trúlaus. Þess vegna eru góðverk ekki mælikvarði fyrir Guð. Mælikvarðinn er að við frelsumst aðeins fyrir trúna á hann. Þema dagsins er brauð lífsins fyrir ykkur. Já, fyrir okkur. Það er mikilvægur punktur að Jesús kom ekki fyrir sjálfan sig. Hann var sendur af Guði og hafði frá upphafi ákveðið hlutverk, að vera táknmynd fyrir eilíft líf. Hann er brauð, vatn og ljós. En án þessara þriggja þátta þrífst ekki líf á jörðinni. Hann vill vera með okkur, hann er hirðirinn sem vill veita vernd gegn óargadýrum, vera vörn og skjól gegn illum öflum og reisa okkur upp til eilífs lífs. Hann sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Við trúum þessu fyrirheiti. Guð sá Ísraelsmönnum fyrir lífsviðværi í eyðimörkinni. Á hverjum degi fékk fólk fyrir kraftaverk, líkamlega næringu og vatn í annars snauðu umhverfi og á sama hátt þurfum við bæði líkamlega sem og andlega fæðu, orð Guðs á hverjum degi. Páll skrifaði að Guð sé þess megnugur að gefa okkur ríkulega gjafir og Guð gerði það svo sannarlega þegar hann gaf okkur sinn einkason Jesú, sem lýsti sér með mörgum táknmyndum. Hann er góði hirðirinn, hann er ljós heimsins, brauð lífsins og lækur lifandi vatns. Þetta eru táknmyndir sem lýsa umönnun og umhyggju. Hirðirinn ver hjörðina, lýsir hjörðinni svo hún gangi ekki í myrkri, gefur henni brauð lífs og læk lifandi vatns að drekka. Trúin á hann seður sálina svo að hún mun aldrei að eilífu deyja. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið, hann er okkar dýrmætasta gjöf. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni, Amen.